Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls. Já, frú forseti, ég lýsi því yfir að stjórnarandstaðan ekki gjörsamlega vonlaus. Ég lýsi því yfir að ég held að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gæti vel rekið pylsusjoppu þannig að jafnvel yrði af henni hagnaður. Ég spyr mig nú bara að því hvað eiga svona orð að þýða eins og hér voru flutt áðan. Það líður senn að lokum þessarar umræðu og ég veit svo sem ekki hvort við erum miklu nær, en að mörgu leyti það ágætt að fá hana og fyrir báða aðila. Stjórnarandstaða að sjálfsögðu í fullum rétti að bera fram vantraust á ríkisstjórn hvenær sem henni sýnist og ég geri engar athugasemdir við að formaður Sjálfstæðisflokksins hafi forystu slíkt. Formaður Sjálfstæðisflokksins almennt málefnalegur og hann hefur sýnt það að honum eðlislægt ef annað stjórnar ekki för að taka ábyrga afstöðu til mála. Og ég vil segja formann Sjálfstæðisflokksins að hann vil ég sem samstarfsmann 10 sinnum frekar en þá sem nú sækja að honum innan hans eigin flokks. Hvort framlagning þessarar vantrauststillögu hefur hins vegar styrkt stöðu hans annað mál. Það misskilningur hjá hv. þingmanni Bjarna Benediktssyni að við séum hrædd við Sjálfstæðisflokkinn. Og ég segi við hv. þingmann Bjarna Benediktsson, svipað og maðurinn sagði á ýsnum forðum, skammt hef ég runnið fyrir þér. Það ekki þannig. Ef ég væri hins vegar Sjálfstæðisflokkurinn þá væri ég hræddur við sjálfan mig. Það ágætt að hreinsa andrúmsloftið og gott fyrir ríkisstjórnina líka að hafa það á hreinu að hún hafi hér tilskilinn meirihluta í hinum klassíska skilningi þess orðs að hún sé varin vantrausti ef það borið upp á hana. Það líka gott fyrir félagshyggjufólk, umhverfisverndarsinna, kvenfrelsisfólk og vinstrimenn almennt í þessu landi að hafa það á hreinu hvaða fulltrúa það á hér á þingi sem eru tilbúnir til þess að standa saman og deila byrðunum af erfiðu verkefni og gefast ekki upp og hlaupast ekki undan skyldum og þeirri ábyrgð sem við tókum að okkur að veita forystu að koma þessu landi út úr rústunum sem hægrimenn skildu eftir sig. Svo má líka spyrja, stjórnarandstaðan tilbúin? Hún það? Væri ekki hyggilegt fyrir þá kannski kappana, hv. þingmann Bjarna Benediktsson og hv. Garp Sigmund Davíð Gunnlaugsson, að doka aðeins við að leyfa okkur að glíma við erfiðleikana svolítið lengur. Þeir geta hvenær sem komið og sagt þegar það orðið sýnilegra og augljóslara að við erum að ná vopnum okkar, já nú get ég svona mæli með því að þeir bíði aðeins. Ég ekki viss að þeir séu menn í brækurnar ennþá. Nema að það sé það sem hér á ferðinni, frú forseti, að stjórnarandstaðan og ekki síst Sjálfstæðisflokkurinn, hún sér auðvitað það sem allir sjá, að Ísland á réttri leið, að hér hagvöxtur genginn í garð, að þetta farið að ganga betur og nú liggur á að koma stjórninni frá áður en að það verður betur skráð í bókhaldið. Það skyldi nú ekki vera. Staðreyndin sú, forseti, það óhrekjanlegt að Ísland komið út úr mestu erfiðleikunum og yfir því eigum við að gleðjast og snúa bökum saman að tryggja að framhaldið verði farsælt.